Í þessu myndbandi ætlum við að kynnast einni trjátegund, reynivið. Reyniviður eða reynir eða ilmreynir íslensk trjátegund og hefur verið hérna frá landnámi og auðvitað bara fyrir landnám. Reyniviðurinn myndar ekki samfelldan skóg, heldur víða inn á milli í birkiskóg. Þetta sést vel til dæmis á Vestfjörðum og til dæmis í Ásbyrgi. Í Ásbyrgi getur maður horft yfir og séð birkiskóginn og reyniviðinn svona inn á milli. Til að þekkja ilmreyni best að skoða laufin. En laufin eru stakfjöðruð sem samanstanda af minni sagtenntum smáblöðum. Það svona misjafnt svona hvað eru mörg. En það engar aðrar trjátegundir eða fáar allavega sem eru með svona lauf nema þau séu af reyniættinni. Reyniviðurinn getur bæði verið einstofna eða margstofna og svona með ekkert rosalega hátt tré en getur náð alltaf 15 metra hæð. Tréð verður ekkert rosalega gamalt, getur kannski náð svona aldrei svona 100-150 ára. Á sumrin blómstrar reyniviðurinn fallegum hvítum blómum og hann oft á tíðum ótrúlega mikið augnayndi. Börkurinn á reyniviði svona grár eða svona gulgrár. Reyniviðurinn fjölgar sér með berjum og eru þau rauð og falleg á haustin. Fuglarnir borða berin og dreifa þeim síðan með driti sínu. Og þannig að hann vex oft svona á sérstökum stöðum, svona inn á milli, oft nálægt öðrum trjám. Reyniviður hefur verið ræktaður í görðum á Íslandi síðan 1824 og skamms tíma var meir reyniviði í görðum heldur en í skógum á Íslandi.